hver er munurinn á almenningssölu og einkasölu? Munurinn helst sá að ef eignin er í einkasölu þá má bara einn fasteignasali selja hana, sýna hana og markaðssetja hana, á meðan ef hún er í almenningssölu þá engin takmörk fyrir hjá hversu mörgum fasteignasölum þú getur skráð eignina. Ég persónulega mæli aldrei með því að hafa í almenningssölu, vegna þess að það er ekki hafi seljandans, ekki hafi kaupandans og sannarlega ekki hafi fasteignsalans heldur þegar eignir á mörgum stöðum. Og það sem að gerist í raun og veru, þú ert með mismunandi fasteignasala, þannig að þeir eru kannski með mismunandi myndir, mismunandi lýsingum, mismunandi aðferðsfræði við að markaðssetja og sýna eignirnar, og það er ekki trygging fyrir því að sá sem er bestu myndirnar að fólk sé að sjá hans eign, þannig að kannski missa kaupendur af eigninni af því að þeir tók ekki eftir henni á vefjánum. Það sem að gerist líka er að fasteignasalinn mynda þetta tengst við kaupendur. Þannig að þegar maður er búin að sýna þessari dásamlegu fjölskyldu með 2 börn, þá langar maður auðvitað að hún fái eignina. Þannig að fókusin fer svolítið í það að reyna að tryggja kaupandanum sínum eignina í staðinn fyrir að fókusa á akkurat hvað er best fyrir seljandann. Ef þú hugsaðu þetta bara svolítið lógist. Þannig að ég myndi alltaf velja einn fasteignasala og freka bara rannsaka aðeins hvernig fasteignasali hentar þér, því að fólk hefur mismunandi þarfir. Ég myndi spyrja vini og vandamenn hvað fasteignasali þeir notu, varstu í opnu húsi, fannst þér fasteignasalinn góður þar, kíktu á hann, skoðaðu Google, skoðaðu umsagnir og umfram allt, tékkaðu hvað kaupendur, þínir vinir sem hafa verið að kaupa, tékkaðu því hvernig þeim fannst fasteignasali vinna, vegna þess þegar upp er staðið, þá skiptir svolítið miklu máli að fasteignasali sinni kaupandanum vel, því án kaupandans er engin sali.